Tónleikabardagi var náttúrulega mjög góður bardagi fyrir mig. Eiginlega bara frá upphæði til enda. Það var svona alveg, nokkuð strembinn. Hann náttúrulega öflugur og sterkur og svona frekar kraftig gæi. Mér finnst einhvern veginn bara svona ákveðnir hlutir standandi vera svona aðeins að klikka meira og meira hjá mér og lesa í andstæðinginn og setja hlutina saman við takedownin. Hvenær það er opið fyrir takedowna sem að sé að forsa það mikið. Sér kannski í gamla daga þá sótti ég svolítið mikið í takedowna að endilega sjá kannski opnunina. Stundum var hann kannski, stundum var hann ekki. Men núna er maður aðeins meðvitaður Það var náttúrulega mjög leiðilegt að hafa meiðst þarna að hann átti að berjast í Belfast, sko. En, svona gerist og ég er löngu komin yfir það og bara að horfa fram á þessu. Don't you ever be sad or lean on me when the times get bad. When a day comes and you are down in a river of trouble, I'm about to drown, but just hold on. I'm coming, just hold on. I'm coming. Já, ég held að Allan sé bara mjög verðugur andstæðingur og ég hlakka til að fara á móti honum, sko. Þannig að kannski ekki á því ranki sem ég hef vonast eftir en ég held enga síður að þetta sé hörku gæi og ég hlakka bara til að djöflast í honum. Ég sé alveg þokkalega athletic, með fín högg. Mér fannst einhvern veginn eins og ég sé bardaginn að hann svona aðeins á erfitt með þegar það kemur mikið pressa á hann. En svona tæknilega sér þá held ég að hann sé kannski sístur í gólfinu, sko. Og sennilega næsta flight time standandi í kickboxi, sko. Ég veit ekki, ég sé mögulega 3 börnum frá title shot. Fer eftir hvern maður fær og hvern maður vinna. En ég hugsa 3 samfallandi sigrar og ætti að vera nóg. Don't you ever be sad. Won't you lean on me? Mér finnst þokkalega líklegt að ég klára hann í jörðinni, sko. Fyrstu annarri lótur mögulega.